Já, verið velkomin. Takk fyrir. Heldur betur þáttur í kvöld. Við viljum náttúrulega bara byrja því að bjóða þig velkomin. Már Wolfgang Mixa. Takk fyrir. Heiður að fá þig. Takk. Sko, fyrsta spurning, þetta eiginlega bara ábending frá Hrafnkalli Frey, góðvinni þáttarins. En hann talaði að þú bæri eitt nettasta nafn á Íslandi. Hvaðan kemur þetta nafn? Það skemmtilegt. Já, Mixa upprunalega nafni Micha frá Tékklandi og breyttist í Mixa þegar að, nú man ég ekki hvaða stríð það var, í kringum 1870 ef ég man rétt, að þá réðust Austurríkismenn yfir hluta Tékklands og það breyttist í Mixa. Nú afi minn var frá Austurríki og þaðan kemur þetta nafn, Mixa, og þetta frekar algengt nafn til dæmis í Chicago, þar sem að mikið af fólki frá Pólandi. Bara sem dæmi, Wolfgang nafni það kemur frá, það upprunalega frá Wolfgang Goethe og Wolfgang Amadeus Mozart, en nafni Wolfgang var nafn bróður föður míns sem var les sem lítill strákur í síðri heimsstyrjöldinni. Hann var skyndilega veikur þar og á leið á spítala, raun og veru bara leið til læknis, þá dó litla barnið og ég fekk nafni Wolfgang svona í höfuð á honum og sem var svona afar gott nafn því að ég og amma mín sem að misti þennan litla strák, við vorum alltaf afskaplega náin. Og nú, Már var nú bara eitthvað nafn út í loftið. Ég bara minnst hans gott að geta að nota það, sérstaklega þegar ég eitthvað staðar í spænskumælandi nöfnum og löndum og segi Mar, hvað heitir þú? Og þá segi ég bara Mar og þegar að fólk segir Mark, þá segi ég bara nei, það er Mar og ég fæ alltaf nokkra svona litla pluspunkta fyrir það. Já. Skemmtilegt. Algjörlega. Vel svara. Já, mjög. Þetta stemmer í góða þá. Geti ég tala um samnið mitt? Þú hefur starfað í fjármálagernum nánast allt þitt líf og þar með talið hjá Morgan Stanley, rétt eins og seinasti gestur, Kristrún. Hvenær var það og hvernig var það? Það er orðið mjög, mjög langt síðan. Ég held að það hafi verið 96. Já. Þetta var ágætis reynsla, en þetta var nú ekkert neitt áhugavert starf. Þetta var nú svona bara byrjandastarf hjá þessu stóra fyrirtæki. Það var áhugavert að fara á námskeið þar. Svona áður að byrja að vinna þarna, þá fór ég á námskeið á 61. hæð í öðrum tvíburaturnana. Já. Og var þar í 3 vikur í New York og þar til dæmis á öðrum eða 3. degi þá kom öryggisvörður upp til okkar og sagði að ef að við værum eitthvað daginn óttaslegin eitthvað, þá ættum við að fara beinustu leið út úr byggingunni og koma síðan tilbaka og láta sig vita að maður hafi verið eitthvað óttaslegin og hann sagði ég skal sjá til þess að þið þurfu ekki að lenda ykkur vesin út af þessu og hann sagði þessi orð sem að ég hef nú oft rifið upp síðan að hann sagði að það var bílasprengja í kjallaranum árið 93 og hann sagði þið geti verið vissum það að það eru einhver staðar út í heimi nú að spá í hvernig þeir geti klárað áætlunarverk sitt. Já. Þetta er rosalegt. Já, við erum ekki að byrja á nægilega góðum nótum, það er svona bara komið langt niður hérna. En 61. hæð á tvíburaturnum, þetta hljómar svona, var einhver Liar's Poker stemningarna eða? Var verið að nýðast eitthvað á ykkur
unglöfunum hana? Þetta voru 120 hæðir, maður var bara rétti miðbygg byggingarinnar. Já. Það var það næstu höðunum. Já, akkurat. Já, það var þetta í kjallaranum. En ef við fyrir aðeins yfir álæði að vinna fyrir svona bandaríska banka, þá kemur þessi fræðalína sem við tókum líka senast, if you can't be bothered on a Sunday, don't bother coming in on Monday. Er þetta eitthvað sem þú tengir við? Var þetta andinn á það? Í mínu tilfelli nei, en það var nú bara vissulega mikið að gera, en ég held að ég hef nú alltaf haft alveg nóg að gera. Ég hef nú verið svo lánsamur að vera að vinna við störf sem að mér þykir vera skemmtileg og þannig að mörkin á milli, að skilin á milli þess að vera í einhvers konar vinnu, leiðilegri vinnu og njóta lífsins, þau hafa stundum verið frekar óskýr hjá mér. Já, hann syndleifur að við kláruðum báðið 3 ár í HR og fengum ekki 1 kúrs með má. Nei, það er leiðilegt. Nei, það er... Nei. En ég sá hana göngunum, sko, flæsilegur. Það tók sér vel út. Já, ég dró alltaf magan inn þegar ég sá ykkur. Þið tók eftir því. En frumherji, sem eru leiðandi á sviði skoðana, prófana og tengdra þjónustu hérna á Íslandi, getið fundið á frumherji.is. Þeir fengið hendurna skýrslu sent í gærkvöldi, þar sem Már Volgangar höfundur meðal annars og heitir eftirfarandi skýrslan. Þú veist ekki hvaða húsnæði þú færð næst. Og það eru stikkorinn tvísýnleiki og upplifun leigjenda af íslenskum húsnæðismarkaði. Ef við förum aðeins yfir þessa skýrslu, byrjum bara á því, já, getur þú sagt okkur í grófum dráttum hvað þessi skýrsla gefur til kynna? Já, það má segja að þetta er grein sem ég skrifaði með Kristján Lofsdóttur og Önnu Lísu Rúnarsdóttur og hún fjallar stöðu leigjenda hér á Íslandi. Þetta er hópur fólks sem að glímir í mjög mörgum tilvikum við mikið óöryggi og það er líka dýrt að leigja á Íslandi. Það er töluvert dýrara að leigja miðað við að eiga eign og það má segja að þessi hópur hafi svona aðeins, já ekki aðeins, hann hefur fallið töluvert mikið á milli þilja hér á Íslandi í umræðum húsnæðismál og hann er kannski bara eftir að þessi grein kom fyrst fram að það hefur svona verið að aukast kannski umræðan þennan hóp núna nýlega og hugsalega leiði til þess að rétta hag þess fólks. Og það er kannski bara gott að það komi fram strax hér og nú að ákveðin hlut að þessum hópi er fólk sem hafði safnað sér fyrir húsnæði árið fyrir hrun 2008 og í hruninu þá gerist það að margir missa vinnuna og neyðast ráða ekki við afborganir af húsnæðislánum og það sem gerist er það sem að flest lán voru verðtryggð miðað við neysluvísitölu á sama tíma og húsnæðisverð lækkaði að þá var fólk ekki bara neytt út á götuna, það er að segja á leigumarkað, heldur hafði fólk þá tapað þessari upphæð sem að það er lagt til hliðar fyrir útborgun. Ég nú oft tala fyrir því að húsnæðislán eigi að vera tengt við íbúðavísitölu en ekki neysluvísitölu og það er alveg ljóst að hefðu húsnæðislán verið tengt við húsnæðisvísitöluna að þá hefðu verðtryggð lán hækka miklu meira heldur en það hafa gert síðustu 10 ár en á sama tíma þá hefði það ekki gerst í hruninu að fólk hefði
hefði tapað eigi fyrir í húsnæði sínu því að húsnæðislánin hefðu þá lækkað í svipum takti við húsnæðisvísitölu í stað þess sem gerðist í hruninu þegar íslenska krónan hrundi að þá íslenska krónan hrundi það bil 30-40% af neysluvísitölunu samastendur af innfluttum vörum sem að snarhækkuðu þá í verði þannig að það í raun og veru þessi samsetning neysluvísitölunar og bindingu hennar við húsnæðislán opnaði dyrnar á því sem að gerðist að fólk í raun og veru tapaði öllu sínu eigið fé og þessi hópur fólk sem er á leigjendamarkaði það á sífellt erfira með að komast að þessu leigumarkaði því að það er að leggja pening til hliðar og það er mjög erfitt því að leiguverð hefur hækkað mikið síðustu ár ekki alveg jafn mikið núna síðan COVID hófst en leiguvísitalan hefur hækkað í svona svipum takti og við húsnæðisverð þannig að fólk á þessum leigumarkaði það verður sífellt erfira fyrir þann hóp að safna fyrir leigu, fyrir útborgun og því mynda svona ákveðin gjá og maður heyri það alveg að fólk sem er í dag er að kaupa sína fyrstu fasteign það fer nánast undantekningarlaust leitar í ekki bara til fjármálastofnana landsins heldur líka til mömmu og pappabanka og það segir sér nokkuð sjálft ef að foreldrarnir hafa ekki fyrir aflega að þá er kannski þá vandast málið allverulega og svona tilgangur þessar greinar er að benda dálítið á hversu erfitt þetta sé og einnig bara hversu staða þessu hóp sem að kannski hefur ekki það sterkar rödd í samfélaginu hversu erfið þessi staða þessa tiltekna hóps er og því miður þá er þessi hópu bara reynt alls ekki lítill í dag hann stækkaði mikið í framhaldarhruninu og þetta er í flestu tilvikum þá er það einstæðir foreldrar eða fólk á bilinu á aldrinum 25-34 ára gamalt og það er þessi hópur sem að þarf að fara að vinna í einhvers konar tillögum og samstiltu átaki til þess að auðvelda þessum hópi fólks að komast af leigumarkaði. Svona Ef ég skjóti en nú hef ég búið í nokkur löndum út allan heim, þú veist, þurfa allir að eiga húsnæði, þú veist, eða ertu þá kannski freka bara að segja að leigumarkaðin eins og hér á Íslandi er bara ekki heilbrigður? Já, ég var nú bara akkurat að fara að koma inn á þetta að það er ekki þar með sagt að það er ekki alveg þar með sagt að það sé eina lausnin sé að fólk kaupi en hér á Íslandi þá hefur séreignarstefna verið ansi ríkjandi bara, ég ætla að fara að segja aldana rás en svona frá því kannski það bil frá 1920-1930 og Jón Rúnar Sveinsson hann hefur dregið saman frábæri yfirlit þetta hvernig séreignarstefnan myndaðist á Íslandi á sínu tíma og það virðist nú hafa verið bara einhvers konar svona, það virðist hafa verið tilviljunarkennt í upphafi kringum á svona á öðrum og þriðja áratugi síðustu aldar og síðan hafi þetta í raun og veru bara orðið bara hluti af bara því að hlutinir eru þannig þá halda er áfram þannig og að hér bara eiga allir sitt eigið húsnæði og það er mjög sterkt í Íslendingum og þá er kannski ekki skrítið að áherslan hafi verið á þessa séreignarstefnu, hún er bara svona nánast innbyggð í okkur og
undir slíkum aðstæðum þar sem að áherslan á séreignum að þá er kannski ekkert óeðlilegt að þeir sem að á leigumarkaði að þeir eigi undir högg að sækja að því að þeim hópi er illa sinnt og og hann og það er búið að tala mikið það að styrkja leigumarkað með ýmsum leiðum. Ég held að það sé ýmislegt hægt að gera í þeim málum en þetta hljómar vel svona rétt fyrir kosningar að vera með ýmis loforðum slíkt en staðreyndin svo að það kostar pening að standa við slík loforð eins og þau eru ofta slögð fram og þau sá úgjaldaliður hann veiðir svona þegar á reynir ekkert voðalega mörg atkvæði að fást fleiri atkvæði með því að segist alltaf að gera hlutina heldur en raun og vera að gera þá og ég held að það væri það sem að þyrfti að gera hér á Íslandi svona í mínum huga það væri að opna betur leiðir fyrir verktaka og leigufélög að sjá hag sínum borgið með því að vera með stórar leiguíbúðir og gott skipulag þar sem að saman fari bæði hvað á ég að segja sanngjörn ávöxtun miðað við áhættu og að þeir sem að séu á leigumarkaði að þeir fái bæði geti búið við ákveð öryggi geti myndað sitt eigi heimili þó að það sé leiguheimili og það verði þá hægt að svona þetta sé svona breyta kannski smá saman og þetta tekur tíma að breyta viðhorfi til þess að vera á leigumarkaði að þetta sé ekki eitthvað sem að sé eitthvað skonar merki að þú sért annar flokks þjóðfélags þegn. En er það samt ekki þannig að nú er að koma kosningar eins og segir og hver annar stjórnmálaflokkurinn kemur fram og lofar alls konar sem er bara gott að blessa en nú er verið að byggja alveg rosalega mikið og það hlýtur líka að hjálpa þeim sem er á leigjendamarkaði, eða ekki? Já, það er búið að vera að byggja ekkert neitt voðalega lítið undanfarið ekki kannski neitt brjálæðislega mikið umræðan verðist nú stundum vera á þann veg að það sé nánast ekkert verið að byggja en þá þarf bæði að líta til þess fyrir hverja er verið að byggja þessa nýju eignir og eru þær fyrir hvaða hópa og auk þess þá hefur Íslendingum fjölga bara gríðarlega mikið síðustu ár og það tengist að sumu leyti þá tengist það því að hér er búið að drífa hagvöxtur hefur á stóru hluta til verið drifin af ferðamannaþjónustunni og ferðamannaþjónustan hún er árið 2019 þá var það bil 1 af hverjum 4 starfandi einstaklingum á Íslandi þeir voru innfluttir Íslendingar og það bil 1/4 einnig af innfluttum Íslendingum störfuðu í ferðamannageiranum og þeim fjölgaði og þeim hefur fjölgað ansi hratt síðustu ár og bara sem dæmi að frá árinu 2012 til 2019
þá fjölgaði einstaklingum í ferðamannaþjónustunni sem eru innfluttir Íslendingar en fjölga úr 2000 í það bil 9000. Þannig að þarna eru 7000 einstaklingar sem að sogast inn í ferðamannageirann og afsakið, það fór úr 3000 í 11.000. Já. Og þannig að það eru 8000 einstaklingar. Þannig að með auknum fjölda ferðamanna þá fjölgar þeim sem af þjónustu þessu ferðamönnum. Það eru bæði Íslendingar en það eru líka nýjir Íslendingar, fólk sem að kemur hingað fyrst til að leita sig að atvinnu, ákveður síðan að setjast hér að og vera hluta af þessu samfélagi hér. Það er bara mjög góð þróun í mínum huga, en það hefði þurft að bregðast við þessum aukna fjölda með því að skapa húsnæði fyrir þennan nýja hóp hér á landi og í mínum huga þá var þetta bara í raun og veru þessi vaxtalækkun, þetta var bara tímasprengja, eins og mætti orðið komast og það er ekki eins og þessi íbúðarhækkun hafi gerst af fasteignaverðshækkun, það er ekki eins og hún hafi gerst á eignu augnabliki, hún var búin að gerast jafnt og þétt árin áður og bara þessi ferðamannasprengja, hún í raun og veru hún svona bara, þetta var eins og olía á eldinn og því til viðbútar þá fór alveg fjöldinn allur að íbúðum að bara það bil fjórðungur alls leiguhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu sem að var í langtímaleigu áður en Airbnb fór á fullskrið árið 2015. Það breyttist í skammtímalegu til Airbnb ferðalanga, þannig að fjöldi valkosta fyrir fólk á leigumarkaði lækkaði. Þannig að þetta er svona nokkur atriði sem að hafa unnið að þessu og að þessari þróun og síðan er eins og hefur verið mikið fjallað undanfarið að síðan voru vextir lækkaðir hressilega þegar að COVID hófst og það fólk getur deilt það hvort að það hefur verið gert of lítið og of mikið, en ég skal nú bara alveg segja það eins og að ég man ekki eftir mörgum gagnrýnisröddum í upphafi það minnst að vextir hafi verið lækkað svona skart. Nei. En það má kannski veltaði fyrir sér hvort að vaxtastig hefði ekki þurft að hækka fyrr aftur og kannski aðra mótvægis aðgerðir en svona þetta er svona nokkra breytur í jöfnunni sem að hafa gert að verkum að bæði húsnæðisverð hefur hækkað og að staða leigjenda á Íslandi er sísta batna og líklegast bara versna. En ef þú fengir núna bara síman hjá öllu ráðuneytinu og Ásgeiri, já, og bara líklega með síman hjá hún upp á skýra aðgerðir, hvað getum við gert til þess að stemma stigu við þessa þróun? Já, ég ætla að fara að segja stórt er spurt, en kannski ætti ég freka bara að taka þetta á mig og segja stórt verður vonandi svarað, en það þarf að auka hvata fyrir verktaka til þess að byggja lóðir, íbúðir sem að henta fólki til að leigja. Og ég vona að lífeyrissjóðir taki þátt í slíkum verkefnum og myndi
og reisi fínar leigu íbúðir með hagkvæmum hætti og það náist líka ákveðin svona stærðar hagkvæmni. Afsakið, og síðan myndi ég vilja sjá það að það verði sett upp kerfi þar sem að fólk sem er á leigumarkaði, hugsaðlega innan slíkra leigufélaga, að það eigi kost á því að mynda eign í leiguhúsnæðinu sínu. Þannig að þetta yrði nokkurs konar þú ert áfram að leigja og þú ert áfram að leigja, þú átt ákveðin réttindi í húsinu en segjum sér svo að þú sért að greiða í mánaðarleigu 200.000 krónur og segjum þá er það 2,4 milljónir ári. Ef við gefum okkur það að það sé bara í upphafi leigusamnings þá er íbúðin þín metin á 50 milljónir, að þá gætið þú hugsanlega mánaðarlega eða eftir því sem að bara fjárhagur þinn leyfir, þá getið þú mynda smá saman eign í húsnæðinu. Þannig að þú ef maður gefur sér það að þú myndir segja, ef að fólk hefði efna á því að það myndir leggja 100.000 krónur á mánuði til viðbóta við þessu 200.000 krónum, að þá væri þú eftir 1 ár, að þá væri þú búin að mynda eignar hlut upp á 1,2 milljónir. En er þetta samt, þetta er kannski smá ósvipað, en af því að ég hugsaði þetta strax þegar þú sagðir þetta, eins og þarna hlutdeildarlánin sem komu fyrir 1-2 ára síðan. Já. Hvað var þetta ekki, var þetta ekki 5% útborgun eða eitthvað slíkt? Jú. Það hlýtur að því vorum að tala, að því að Leifur spyr á hann aðgerðir. Já. Það hefur lítið heyrst þetta núna, en það hlýtur að hafa verið góð aðgerð. Það var... Er það ekki mjög íþykjandi greiðslubyrði? En, þú veist... Nei, þetta var... Já, þessi hlutdeildarlán, þau voru þau eru ákveð skref fyrir ákveðin hóp Íslendinga. En það er miðað við ef ég maður rétt, nú ef ég ekki, það er svo lítið langt síðan að ég rann yfir hlutdeildarlánin, en ef ég maður rétt að þá þurfa þetta að vera nýjar íbúðir. Rétt. Já, það er rétt hjá mér. Það er rétt, já. Og það Svansvottaðar, ég veit ekki hvað og hvað, það var alveg skilirði þarna, sko. Já, það voru ansið mörg skilirði sem að... Og verktakar fórnuð höndum, segðu bara, það er bara, það voru svo fáar verktakar sem bara, við getum ekki búið til þessar íbúði, sko. Já, það voru svona ýmislegt sem að, það voru svona ýmsir þættir sem að mér fannst ekki ganga upp og reynslan verðist svona sína að hafi ekki gengið og ég og ég vil ekki gera lítið úr þessu því að það er ef að þú reynir aldrei neitt þá gerist aldrei neitt. Já, og hugmyndin var góð. Og ég held að hugmyndin sé bara alveg góðra gjaldar verð og kannski mætti bara vinni því að útfæra þessa hugmynd. En með því að leyfa fólki að smá saman að mynda eign í íbúðum og jafnvel smá saman bara eigna slíkar íbúðir að fullu, að það myndi draga úr það má segja þeim vegg, ef svo mætti orði komast, að þeim hömlum að safna sig fyrir útborgun. Og í því tilfelli þá myndi bara þín eign, hún yrði bara prósentuleg af virði húsnæðis hverju sinni og húsnæðið og þá þín eign myndi þá bara einfallega hækka og eða lækka í samræmi við húsnæðisvísitölu. Algjörlega. Og ég hef oft talað um þetta áður og fæ
alltaf skömm í hattinn, allir ég fái það ekki líka í framhaldi af þessu viðtali, en ég tel að það ég að miða húsnæðislán hér á Íslandi við húsnæðisvísitölu og það myndi gera að verkum að þegar húsnæðisverð hækkar að þá þeir sem að eiga húsnæði að þá rísa þeir í afturlappirnar og kvarta í staðan fyrir að gleðjast og kalla á aðgerðir til þess að hemja hvað á ég að segja húsnæðisverðshækkun sem að þeir ekki samræmi kannski við undirliggjandi eign sem stór og raddmikill hagsmunahópur. Nákvæmlega, það væri miklu starri hópur þá og það væri þá hópur fólk sem að á þá fjármagn en ekki þeir sem að kannski eiga lítið fjármagn og það væri þá líka ef að þú ert með verðtryggt lán að þá greiðslubyrði minni en þú getur þá séð á greiðsluseðlinu þínum þá getur þú séð hver prósenta af þinni hver bara miða við húsnæðisvísitölu svona ef maður gefur sér það að þú haldir húsnæði þínu við það bara eðlilegt viðhald á húsinu að þá getur þú betur séð hvaða stóra prósentu þú eigir í húsnæði þínu og það sem að bara sem dæmi hér á Íslandi að þetta með eins og þetta í dag með neysluvísitölu, það húsnæðislánur með neysluvísitölu, það eina sem fólk sér á greiðsluseðlunum húsnæðislánu mitt alltaf að hækka þó svo að ég sé að greiða vexti og afborganir, hvað rugl þetta og fæstir áttast á því að undirliggjandi eign hún að hækka hún ætti að hækka í sama takti en staðreyndin bara svo að hún hefur hækkað miklu meira og bara síðustu 20 ár þá hefur neysluvísitalan hún hefur hækkað tæplega þrefaldast en ef ég maður rétt að þá hefur húsnæðisvísitalan hún hefur hækkað ég held hún hafi fimmfaldast. Já, einmitt. Þannig að þegar ég keypti mitt húsnæði í miðbæ Hafnarfjarðar á sínu tíma árið 2001 þá sagði ég við eiginkonu mína elska mín, þú veist að við erum líklegast að kaupa í toppi og það var rétt í ykkur 1-2 ár en eftir að haukja þá var þetta mín besta fjárfesting ævi minnar því að ég hef aldrei efna á þessu húsi í dag, það alveg ljóst. Það var einnig hraðspurningu svarað. Já, mér langar á aðeins almennari nótur en áður við komum að þeim. Það langaði mig að leggja fram kvörtun. Já. Bara nýta þetta podcast sem ég hef í það koma því á framfæri að gali að brí og léttöl sé ekki með síðar dósir. Hvað rugglega það? Já, óafgæsleis bjór bara í litlum dósum. Já, og sko margir segja, jú, síðubjór verður flatur en þá segi ég ekki að þú drekkar og nú hratt sko. Já, svo það sko. Já, en Mára, aðeins á almennari nótur já, við getum svo sem alveg sagt frá því líka að ég heyra að þeir eru báðir búið þann luxus að eiga íbúð en nú ég á þessum Við heyrðist hann nú eiga aðeins meir en íbúð hræðilega leigumarkaði, ég reyndar að borga svo mikið sem 0 krónur hjá Hótel Mömmu en í algjöru forréttindastöðu eins og við erum búin að tala um að það ekki allir svo heppnir en segjum sem svo að ég var að fara á húsnæðismarkaðin í dag og ætla að fá mér íbúð byrjum bara einfalt, myndirðu taka verðdreift eða óverdreift? Já, þetta spurning sem ég hef fengið all oft síðustu 10 ár og ég hef nú svona almennt mælt með því hjá fólki að taka helming lána í óverðtryggðu og helming í verðtryggðu. Blanda þessu saman. Og það nú bara einfaldlega að því að sérstaklega ef að þú ert með ef þú bindur óverðtryggt lán ef að þú
færð hérna fasta vexti í 3 eða 5 ár í upphafi og ef að vaxtastig lækkar að þá hérna þá ert þú, þá er það kannski ekki neitt voðalega gaman en almennt svona þegar að vaxtastig lækkar þá nú ekki alveg gengi eftir síðustu 2 ár að þegar vaxtastig lækkar þá er það að því að verðbólga þá að fara niður sem þýðir þá að verðtryggðarlánið er betri kostur og meðan á því stendur. Nú ef að vextir hækka þá ertu góður með þitt hérna fast þitt óverðtryggðarlán sem er bundið en þá er þetta omvendt með verðtryggðarlánið. Og kosturinn með verðtryggðarlánunum er að og það er nefnilega ansi margir kostir með verðtryggðarlán er að þú getur greiðslubyrðin er larri verðtryggðarlán hafa verið frábær leið fyrir flesta Íslendinga í gegnum tíðina til þess að geta keypt sér húsnæði. Já, koma sér á markaðinn. Koma sér á markaðinn, eignast eigið húsnæði og með lágri greiðslubyrði þú getur lifað lífinu ef svo mætti orðið komast í ansi mörgu tilfellum en eignamyndunin er ansi hæg og það er ekkert neitt voðalega gaman að sjá láni standa í stað kannski mánuð eftir ár og jável hækka en þetta er ekkert ósvipað því og vera bara á leigumarkaði og þú ert að greiða þá bara ákveðna leigu fyrir húsnæðið og ég hef reyndar mælt með því að verðtryggð verði skilgreind sem leigulán að þú ert í raun bara ef að þú átt 30% í þínu húsnæði og ert með lán upp á 70% sem er þá verðtryggt lán þannig sem að þú ert að greiða svo afskaplega lítið í afborgunum að þá eigi fólk frekar að líta á þetta sem leigulán og þú ert einfallega að greiða í staðan fyrir að greiða ykkur leigusal út í bæ að þá ert að greiða ykkur fjármálastofnun leigu fyrir húsnæðinu að þeim hluta sem átt ekki. En ef maður skjóti, en samt sko stundum er ég að reikna þetta sjálfur ef þú tekur verðtryggt jafnar afbókanir og svo óverðtryggt annúitet í afgreiðslulán þá er samt oft bara svipari greiðslubyrði sko. Verðtryggt jafnar, já. Þú veist, það er annað. Það er hægt að setja þetta upp með svo mörgum hætti, hversu löng lánin eru og þannig fram eftir göttunum. Það er hægt að setja þetta upp með allskins hætti og ég veit nú ekki hversu margir nota í dag en ég veit að ég sett á netið fyrir einhverjum áru síðan svona Excel-skjal sem að bar saman verðtryggð og óverðtryggð lán þannig að fólk geti leikið sér að þessu og búið þetta saman. Við þurfum að fá þetta skjal. Já, við erum að reyna að linka það á YouTube-leikin. Já, og ég geri það með glöðgeði og þá ég meina, það er hægt að þú getur gert þetta og eitt af því sem að ég hef líka talað er að ég hef sagt við fólk í sumum tilfellum ef að fólk vill einfallega bara slaka á ef svo mætti orðið komast, hann nennir ekki að spá í þessu að segja ég vil hafa möguleika, ég vil greiða þetta lánsamt hraða niður en ég vil ekki lenda í greiðslu erfiðleikum samt sem áður að ansi marga fjármálastofnanir þær leyfa það í dag og hafa reyndar í töluvert langa tíma leyfa fólki að greiða inn á lánin þannig að það er hægt að gera slíkt og það er til að mynda þá var þetta var í raun og veru einn af grunnhugsunum við það að fólk geti nota séreignarsparnað til að greiða inn á húsnæðislán og séreignarsparnaðurinn hann var þessi möguleiki hann var settur á miðbik 2014 af þáverandi ríkisstjórn
og ég veit ekki hversu mikið þátt skrif mín höfðu í því, en ég var búinn að skrifa nokkra greinar Já. þar sem ég mælti með þessu, og ein af rökunum fyrir þessu var að fólk myndi þá frekar nota séreignarsparnað. Þetta væri ákveðin fjárfesting og fólk gæti þá tekið verðtryggt lán með lága afborgunar Læra greiðslubyrði, já. læri greiðslubyrði, en það gæti greitt inn á lánið með séreign sinni, Já, beint inn á höfuðstólinn. beint inn á höfuðstól, lækkað höfuðstólinn, þannig að lánið, verðtryggt lán, væri ekkert ósvipað óverðtryggðu láni, nema hvað fólk að nota séreignar sparnað í að greiða niður lánið. Algjörlega. En sko, ef við skoðum aðeins þess að lág greiðslubyrði á verðtryggðu lánum, nú er raunvextirnir einhver 5%, ég held að hvað er verðbólgan, 7-8%? Það er mínus 5%. Og 3,75%, já. Þannig að hún er bara hansi há og verðbólgan, ég meina það er náttúrulega bara þetta deglobalization í gangi ef að svo má orðið komast. Hráuruverð er að hækka sem að bitnar á okkur en kannski ekki eins mikið orkuverð. En bara það orkuverð sem að hækka í heiminum leiðir mögulega til kreppu og það eru ýmis sem bendir til þess að við gætum verið að sigla inn í ansi erfiða tíma. Sko, í fyrsta lagi er Seðlabankinn að bregðast verðtryggðum lántakendum með svona lágum stýrivöxtum? Að bregðast verðtryggðum? Óverðtryggðum? Já, óverðtryggðum. Já, eitt af því sem að tala var þegar að varðandi ókostnaðinn við verðtryggð lán var hversu stýrivextir Seðlabankans bitu á neyslu landsmanna, af því að þeir voru bara þangað til fyrir 10 árum síðan, þá voru við öll með verðtryggð lán og stýrivextir höfðu þar að lendi voða lítil áhrif á þau. Þannig að ég ætla að segja þetta innan gæsalappa. Stýrivextin eru vissulega að hafa betri áhrif í dag en áður fyrr. En það þetta er kannski bara spurningu það líka að veita góða ráðgjöf varðandi óverðtryggð lán sem eru með breytilega vexti, að þó þetta virðist kannski ekki vera mikill munur, 3%, 4%, 5%, þetta er all lágar tölur í huga okkar, að þegar að þetta kemur fram á greiðsluseðli. Já, í lok lánstímas kannski. Já, kannski, sko, þá er þegar sem sé svo að þú hefði tekið lán í upphafi bara í miðri COVID. Og nákvæmlega sem ég gerði, já. Já, og þú ert með einhverja forsendur og þú hugsa með þér, já, þetta geti farið eitthvað aðeins upp. Að það eru bara margir sem að hafa væntanlega vanmetið hversu mikið vextir getur hækkað og höfum eitt í huga að þessi hækkun núna er ekkert með við svo vaxtahækkun sem átti sér stað árin fyrir hrun þegar að vaxtastig rauk upp úr öllu valdi hér á Íslandi og síðan hafa fjármálastofnanir flestar, þær hafa nú reyndar ekki síðan hækkað óverðtryggða vexti sína, vaxtastig lána, húsnæðislána í sama takti við stýrivaxtahækkanir. Og ég held að það hefði verið helmingurinn
fyrirvakst ákvörðun núna í ár Og eftir að koma í ljós núna. þá eftir að koma í ljós núna. Það er ekki búið að koma tilkynning enn sem komið er. Þannig að hérna en það er kannski á þessum nótum sem að ég hef verið að tala um það að fólk myndi að ég mæla almennt með 50-50 í lántöku. En segjum að þegar þú segir ef þú hefði tekið lánið miður COVID, Já. segjum ef einhver hefði tekið lán fyrir ári síðan, Já. hvort hefði verið betri málum með verðtryggð og óverðtryggð eða spurt hann í dag, bara 1 ári setna? Hann væri betur settur með óverðtryggð lán að því leitunu til að eða væri fastvaxta þá var hann bara mjög vel settur. Okay. En ef hann hefði verið En ef hann er breytilega? Nei, þá var hann ekki jafnvel settur en ekki gleyma því þó að þeir sem að tóku fasta vexti, þeir voru að borga það bil 1% hærra í byrjun og síðan í millitíðinni þá er fólk þó að þetta sé vissulega ekki stór hluti lánsins, þá hefur fólk að greiða inn á lánið þannig að þegar vextir hækka núna setna meir að þá er búið að greiða hluta lánsins niður. Algjörlega. Þannig að og þó svo þessu kannski eitthvað verstattir í dag með við þá sem að tóku fastvaxtalán fyrir einhverjum kannski 24 mánuð síðan að þá eru þeir eru enga síðu, þeir eru að greiða neikvæða raunvexti og á meðan að þeir sem eru með verðtryggð lán þeir hafa séð höfuðstólinn hækka sem því nemur verðbólgu. Algjörlega, en samt eitthvað hægt að trykka markaðin, kemur þetta ekki út á, þetta er svo að tala með fótboltana að dómgæsla jafna sig út, er það ekki sama með þetta, að einhver Jóndi Bæ sem ætla að taka fasteignarskulda lán, bankarnir sem eru að festa vexti eru með belti og axlabönd. Er þetta ekki sirka að koma til það saman? Við erum bara að tala um einhverja 1000 kalla, er ekki að lesa rétt í þetta? Svona almennt séð þá hefur þetta nú komið afskaplega svipað niður. Einmitt. Og samkvæmt fræðunum þá ættu verðtryggð lán að vera ódýrari að því að það minni óvissa þar. Það er óvissu álag sem að fylgir óverðtryggðu lánum en það virðist nú ekki hafa verið munurinn virðist nú ekki vera hann bara virðist varla vera til staðar. Ég hef ekki séð rannsókn sem hefur sýnt fram á að önnur hvor leiðin hafi verið miklu betri en á Íslandi eru þetta kannski ekki líka komið það löng reynsla á þetta að það sé hægt að slá því eitthvað á föstu. Algjörlega. Okkur langar að þakka Peiti fyrir að einfalda reikningagerð, bókhald og launagreiðslu fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga, lítil og meðalstór fyrirtæki. Heldur betur. Og okkur langar að spyrja þig Már, hver er uppáhalds Dominos pizzaðin á matseðli? Dominos? Já. Já. Hvað færðu þér á pizzuna þeirra? Já, þetta er viðkvæm spurning. Og erfiða spurningin ef einhver á heimilinu hlustar á mig. Mér finnst nú almennt skemmtilega að fá eitthvað svona bragðmikið. Ok. Já. Sterkt. Rækjur og sterkt. Við vorum að skamma bríu á hann. Ég ætla að skamma Dominos núna. Þeir eru ekki með sjávarrétti. Nei. Ég er ekki með sjávarrétti? Nei, og ég ætla að skamma á hann núna. Já, skam. Við látum samstagssamlega að heyra það. Já, heldur betur. Já, en sko þú talaðir það í október senasta ári að það væri teikna á lofti um bólumyndun og hlutabræðamarkaðin. Já, á hlutabræðamarkaði og hefur heldur betur verið að reyna samspil núna þessa dagana. Því miður. Sko þetta er tvíþætt spurning. Af hverju fylgir íslenska kaupillin svona sterkt bandaríska markan? Ég byrjum að því. Íslenska kaupillin fylgir ég hef nú reyndar frekar hitt að ég furða mig ofta á því hvað íslenska kaupallin hefur lítt fyllt
aðra markaði, ok, svona miða við svona erlenda markaði. Kauphallir víðum heim fylgja Bandaríkjunum alveg hreint ótrúlega mikið og Ísland hefur svona oft verið sér á parti í þeim efnum. Það má ekki gleyma því að íslenska kauphallin samanstendur af bæði fáum fyrirtækjum og þegar verið að rekna til dæmis OMX vísitölun í dag, að ég held að hún heitir núna OMX 10, að þá verið að horfa, þá vigtar Marel alveg gríðarlega þungt í þærri vísitölu og núna kannski Íslandsbanki og Arionbanki orðið líka, en það eru örfá fyrirtæki sem að hafa svo afgerandi áhrif á vísitöluna hér á Íslandi. Varðandi þess að bólumyndun sem þú vísar í grein mína, ég væntanlega verið að tala ákveðin fyrirtæki, því að ég taldi ekki að það veru öll fyrirtæki orðin. Nei, þú talaði bara með almenna bólumynd, nefndir engin fyrirtæki þannig sko, þú veist, já. En sko... Manstu hvaða fyrirtæki varstu að tala um? Nei, en ég veit hvernig fyrirtæki ég hafði áhyggjur af. Ok. Og ég hef haft áhyggjur af því að fyrirtæki sem að sýna lítinn eða jafnvel engan hagnað, að það hafi verið orðin, hvernig orða dýrkeypt, og að það hafi verið markaðsvirði margra fyrirtækja sem að sýndu, hafa framtíða möguleika og þannig fram eftir göttunum að þau væri orðin svona nokkuð dýru verði keypt. En leiðileg fyrirtæki, og þá ég við fyrirtæki eins og kannski Colgate, Kraft Heinz, Procter & Gamble, svona fyrirtæki, svona nauðsynja og neysluvörur sem að fólk kaupir. Þau hafa verið frekar ódýrt verðlög, hefur mér fundist síðustu ár. Ertu sammála Heiðar Guðjóns sem mættinga daginn sem að Tesla veri alltaf hátt verðmyndin? Tesla gott dæmi fyrirtæki sem að ég tel vera... Ekki leiðilegt fyrirtæki? Já, það ekki mjög leiðilegt. Já, en kannski leiðilegt að eiga bréfinni núna, en það ekki? Það hefur ekki verið að... Ég þarf ekki að... Þú tjóðan spot maður, já, sorry. Það svona ýmis fyrirtæki og ég líka, það er líka ýmis tæknifyrirtæki í meira þess að þessu stóru fyrirtækjum, við finnst þau vera heldur svona háttmetin miða við, það er gríðarlega mikill vöxtur ennþá í virði þeirra sem að ég hef ekki mikla trú á, en það er nú bara þannig að stundum hefur maður rangt verið sér og þá bara verðum maður bara að kynkja því, en það er alltaf slæmt að vera of viss í sinni sök og halda að maður hafa alltaf rétt fyrir sér, því að það gerist frekar sjaldan. En hvað með íslensku kaupallina? Fannst þér líka að vera bólumyndi þar? Nei, mér finnst nú reyndar íslensk hlutabréf ekkert lengur það ódýrt metin. Ok. En mér finnst þau ekki það, þau eru ekki ódýr, en þau eru ekkert út úr kortinu dýr, ef svo mætti komast. Ertu sammála því að, svo ég finna aftur í Heiðar Góðvin Háttaris, að það sé ódýra hlutfallslega sé að kaupa hlutabréf í dag aldrei en fasteign? Já, ég ætla ekki að fara að hafa skoðun á því. Æ, ok. Ég myndi frekar kaupa hlutabréf sjálfur í dag, en þetta er svona erfið spurning. Þetta er erfið spurning og þú ert þá væntanlega að tala um fasteign á höfuðborgarsvæðinu. Já. Já, ég held að fasteignar á höfuðborgarsvæðinu séu svona í dýrari kantunum, en
ég ætla bara að játa það hér og nú að ég taldi það vera í sama fyrir ári síðan og Já, ekki reyndist ég samsport á, þannig að algjörlega. En þannig að þú ert ekki á því að kaupa íslensku félögin að þessi mikla lækku sem er markaði núna, þú telur þetta sé ekki vegna þess að það er frekar að horfa í hækkun á verðbólgu, stríð og svo framvegis frekar en að þau sé of hátt verðmetin. ég held að sé bara ávöxtunarkrafan, hækkun á verðbólgu sem gera verkum að ávöxtunarkrafan fer upp og ég tel meðan þetta bara ekkert óðurlegt að greiningar aðalega út allan bæ er með sín verðmatslíkun og þegar ávöxtunarkrafan á lengstu ríkisbyrjunum fer upp og hún hefur hækkað mikið, hún hefur verið að tala það að ríkisbréf, ávöxtunarkrafan hefur farið úr tæpum 3% upp í hvað ég held að séu 5,4% í dag. Já. Þetta bara hlýtur að hafa áhrif á verðmöt allra greiningadeilda í bænum. Algjörlega. Og það er ekkert að skríti við það að það gef eftir. Ég held að tryggingafélögin á Íslandi, Já, ég myndi ekki kaupa þau á genginu í dag. nei, Þau vera allt og hátt metin. vel gert. Þarna, ertu sammála því að ég heyri einhvern tímann þumalpötu reglu að þú myndir taka 1000 hlutabréf að average væri svona 10% upp á ári, eða þú myndir bara taka ekki bara Íslandi, bara út allan heim. Ertu sammála því að svona on average að fasteignaverð á Íslandi sé kannski að hækka, ætti að vera að hækka svona á heilbrigðu markaðum svona 12% og hlutabréf svona 10%? Góð spurning. Segðu þetta aftur. Það Það er svo góðu spurningu. Já, þú veist, ég er búin að vera að skoða sko, Hver er heilbriður vöxtur fastegna á Íslandi, myndur þú segja, ári? hvað er heilbrigðu markaður? Þetta er mjög hlaðin spurning, en Já. Þetta er alltaf ekki heilbrigt núna allavega. Sko það fer dálítið eftir bara hvernig þú lítur á það. Það sem að vaxtastig hefur lækkað mjög á Íslandi, ég meina bara sem dæmi að þegar að ef ég fer bara svona í smá söguskoðun á vaxtastig á Íslandi, vaxtastig í húsnæðislána, það var bara eins og sprengju hefði verið varpaðin á markað þegar að Kaupþing banki verður þáttakandi á íbúðamarkaði í ágúst 2004 og auglýsir að þeir ætla að bjóða íbúðarlán verðtryggð lán með aðeins 4,4% vaxtálagi Og á verðbólgu. og á verðbólgu sem sagt verðtryggð lán, þá var allt vitlaust af því að þetta voru svo góð vaxtakjör. Það er að segja góð fyrir almenning og vaxtastig fór síðan niður í ef ég maður rétt 4,15% og síðan hækkaði nú eitthvað aðeins og var ykkur 4,5% ykkur á mánuði og þetta það var allt í hægt að fá lán og greiða aðeins 4, rétt rúmlega 4% í vexti og á verðtryggingu. Þetta var stór ástæða þess að fasteignamarkaðurinn rauk upp síðara hluta 2004 og allt árið 2005. Daginn í dag þá er það nú bara talið vera að vaxta okkur ef að það er verið að biðja 2% eða rúmlega 2% á verðtryggðum lánum og við vorum rétt á þann að tala það að það væri kannski að bara er það góð kjör eða ekki að vera með óverðtryggð lán í kringu 4-5% þegar að verðbólga er 8%. Ef að við værum að bera þetta saman við árið 2004 þá væru bara verðbólga pluss raunvextir, þá voru að tala 12% og það væri frábær kjör. Þannig að vaxtakjörin í dag, þessi miklu lægri greiðslubyrði gerir það að verkum að fólk getur
keypt dýrari hús og því sko, og síðan bætist við að launakjör bara laun umfram bara neyslu, það er að segja neyslu kostnað, launavísitalan hefur hækkað mikið síðustu ár og þannig að þetta eru svona þættir sem gera verkum að það er kannski erfiðara að segja er fasteignaverð koma út ykkur og tóma vitleysu hér í dag eða ekki. Ég tel að húsnæðisverð sé í hærri kantunum en ég er ekki, eins og ég sagði áðan, ég er ekki viss ég var vissari árið fyrir hrun að hér var í húsnæðisbóla í gangi. Það er hugsalegt að það sé húsnæðisbóla í gangi hér núna, minnskust á sömu svæðum, en hvort að hún er eftir að hjaðna eitthvað mikið eða springa, ég er ekki jafnviss í minni sögn núna og ég var árið fyrir hrun. Var eitthvað önnur spurning? Nei, þetta er ég flott. bara farin að bladra. Nei, flott. Já, en það eru viss teikn á lofti að það gæti verið mögulegt hrun. Við erum ekki að segja engin alhæfing, en bara... Nei, það eru nefnilega akkurat engin teikn á lofti það. Okay. Og það er bara akkurat engin teikn á lofti og ef eitthvað er, þá er í raun og veru bara teikn á lofti að hér verði bara mikill hagvöxtur næstu ár og kannski því ljósi bara er þeim mun mikilvægir að skapa aðstæður til þess að fleiri geti notið þess hagvaxtar að verði, að við séum öll sama, það verði bara öll dýrin hér í þessum litla skógi Íslands fái að vera þáttakundur í því og hópur sem að hefur átt erfitt uppdráttar undanfæri er fólk í ferðaþjónustu og nú lítur allt til betri vegar hvað það varðar og vissulega er svona ákveðin hræðsla í gangi núna með að það er verðbólga í gangi en maður lítur bara til skuldabréfamarkaðarins. Hér á Íslandi þá eins og ég sagði áðan ásóknarkrafa á ríkisbréfum sem er á gjalddaga 31 og 42 hún er eitthvað rétt tæplega 5,5% í dag þannig að þeir aðilar sem eru á markaði þeir greinilega gera ráð fyrir því að verðbólga verði ekki í sömu hæðum og hún er í dag og ef maður lítur bara til Bandaríkjanna þar er verðbólga í kringum 7-8% þessa stundina þó er ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa það rétt rúmlega 3%. Já, langt undir okkur, já. Þannig að sá virki markaður annarkvort er hann að taka á sig bara hreint gríðalega mikla neikvæða raunávöxtun til þess að geta haft þennan pening eða svo mætti orðið komast tryggt sér að fá þetta greiðsluflæði tilbaka eða þáttakendur þar gera einfallega ráð fyrir að þetta verðbólguskot sem núna er að dynja yfir sé tímabundið og það er bara mín eigin skoðun er svo reyndar að þetta verðbólguskot verði að það komi vel tilbaka. Ok, frábært að heyra. Algjörlega. Já, sko það er 20 í þessu annars vegar með Barjón Mós og hádegismatur með Barjón alla virka daga, 1990 kall og það fylgir kaffi með. Já, mér finnst það alltaf mikilvægt sko. Þetta er líka bara svo gott kaffi. Fær maður sykur og mjólk? Já, allir pakk. Nei, þá er það borga. Nei, en svo er það líka að því við erum svolítið búin að vera að lasta samstagsaðal okkar hérna í kvöld. Já, rósum aðeins. Já, þá vil ég hrósa smittarmönnum. Þú byrjaði að tala hrun og þá vil ég hrósa smittarmönnum fyrir það að vera bara með 30 hjörtu á, hvað ég held að sé hálftíma. Því annars væri ég bara allan daginn á þessu fórti, svo vel er það hanna. Já, það er verið að passa og setja í góð mikið í síman.
Ég þakka hann kærlega Hjúkett. fyrir það. En svo getur auðvitað keypt áskrift og það er næsta skrif að mér sennilega því ég er háður þessu. Já, ég skal greiða áskrift það. En þeir smittenmenn þeir höfðu aðeins eftir því að það var einhvern tímann sem þú sagðir maður skal aldrei verða ástfangin af hlutabrifum en nú er smitten einmitt að hjálpa fólki að verða ástfangin. Já, Ef við förum aðeins yfir það. já, þú hefur bara þú kann að sögu mína ég. Já, Já, heimavinna. já, hérna. Maður þarf að gæta sín, menn interneti gleymir aldrei neinu. Nei, Það er en þetta er fallegur hugsunar. Þetta já, er góður bóðskapur, myndi. ég fylgja honum ekki alveg, ég verð svo lítið ástfangin af hlutabrifum mínum, en það er en það er þó kannski ekki það má kannski orða þetta nákvæmara aldrei verða blindur af ást af hlutabrifðinu og það er svo mikilvægt að hafa í huga að þau verða ekkert nauðsynlega ástfangin af þér og þetta er til dæmis einleið til þess að þú fær ekki að offjárfesta í einhverju setja mikið af þínu sparifé í einhverja fjárfestinga sem að eru afskaplega skemmtilegar og þannig fram eftir göttunum. Nú síðan gengur dæmið ekki upp og þá situr þú eftir með sárt ennið. En ég get reynda bara að koma með persónlegt dæmi. Nú fjárfesti ég í nokkru félögum og ég reynir nú svona almennt að fjárfesta svona mestar, ég svona þungamiðin í mínu fjárfestingum eru leiðileg fyrirtæki og það er bara þannig og en ég set líka eitthvað örlítið í svona áhættu fjárfestingar. Það er alltaf lítill hluti að lítill hlutfall af mínu fjárfestingum er í slíku en ég fjárfesti fyrir einhverju 2-3 árum síðan í 2 fyrirtækjum sem að ég var svo lítið ástfangin af ef svo mætti orðið komast og annað var Spotify og Arion banki hitt. það er Arion banki er leiðilegt fyrirtæki. Það er Fréttir. Sammála því. Skemmtilega starfsmennar en leiðilegt fyrirtæki. Ósammála því. Nei. Og Spotify og fyrirtæki sem að þá hét Square og Spotify þekkja nú flestir Íslendingar og ég var nú reynda svo lánsamur að ég seldi 3/3 af minni eign í Spotify því að bréfinu hefði hækkað það mikið í verði og ég þóli svo illa að tapa peningum þannig ég hugsaði með mér ég verð með skoðst að innleysa eitthvað sem hagnaði. Það er góðu kostur. Það var mjög gott síðan hafa þessi gengið á þessu bréfum alveg hruni í verði en hitt fyrirtæki Square það fórstjóri þess var fórstjóri 2 fyrirtækja það var stjórnarformaður það var Jack Dorsey heitir hann og það er Twitter og hann var líka fórstjóri Square og Square var og er svona greiðslumiðlun á fyrirtæki aðalega fyrir smásala þannig að smásalar þeir gátu nota Square þetta er bara mjög svipað nánast bara stólið umhverfi frá Apple bara þetta er eins og iPadar og þá getur þú verið með birgðahald gert skattskýrslur nánast bara gert allt fyrir fyrirtækið og síðan nota maður eiginlega bara flestir veitingastæðir í Bandaríkjunum nota þetta þannig að þegar að þú ferðin á veitingastað og ert að ganga frá greiðslu þá sýna þér bara svona iPad og þá getur þú valið hvað þú gefur þeim í þjórfé og það er mikil tækni á bakvið þetta þjórfé og prósenta sem að fólk
veitir í þjórfé síðan að Square koma marka hefur rokið upp því að þeir veita manni oftast möguleika áður fyrr var talað 10, 15, kannski 20% en þeir auðvitað breyttu í að lægsta upphæðin var að prósenta var 20%, 25% og þá þurfti þú þá að fara að slá inn eða þú vildir veita að læra þjórfé og það svo litið vandræðilegt. Já. Nema hvað að síðan fór Square að fullum þunga í Bitcoin. Keypti Bitcoin og Hvenær er það? það var fyrir einhverja, það held ég 1,5 ár síðan. Guð blessa það. Já, og mér leist þá ekki alveg á blikuna. Nei, Og það er svona red flag. það, já, og þar fannst mér fyrirtækið líka vera búið að missa sjónar af Það sem þeir voru að gera. styrkleika sínum. Já, Hvað voru þeir góðir í? Og þannig að almennt kaupi ég nú svona bréf til þess að eiga þau, en þarna ákvað ég að selja bréfin og ég held að þau hafa fallið í virði niður síðan ég seldi eitthvað 60-70% og og jável meira þannig að maður alltaf að kaupa almenna reglan að kaupa hlutabréf og eiga þau og vera ekki að bara rétt eins og taka verðtryggð eða óverðtryggð lán að setja upp eitthvað skona kerfi að þú sért ekki stöðugt að hugsa þetta daginn út og inn heldur vinn í því sem að þú gerir best og kannski nota síðan frítíman í að njóta lífsins með vinum og vandamönnum, sinna börnunum í staðan fyrir að vera stöðugt á keldunni eða einhverjum vefsíðum og en þetta var en alltaf aðtóa fyrirtækið sem þú fjárfestir í það ennþá að gera það sem það ennþá á réttu brautinni eða það koma út í einhverja tóma vitleysu. En þegar þú segir sko að vera ekki ástangin á hlutabréfum, þú veist, það samt ekki þannig bara að einmitt, ef þú hefur trú á einhverju fyrirtæki að þá í raun og veru bara þú bara fjárfestir í einhverju hlutabréf og þú bara hefur trú á þessu fyrirtæki. Ég ekki að segja að þú hefur bara svo bara aldrei að loka aftur á heimabankan, en þú veist, þetta bara eins og, þú veist, ég nú bara þannig gerður, ég bara með einu bréfi að því ég bara trú á því sem að í gangi þar, þú veist, það komast bara 2 hlutir fyrir þér, það Arjón og Breiðablik, það eina sem þú talar Er ég þá ástfangin af bréfunum eða hef ég bara trú á konseptinu, er eitthvað munur þar á milli? Já, það er munur þar á milli, það því að þú getur haft trú á fyrirtækjunu en ef að virði fyrirtækisins komið út fyrir öll vitræn mörk sem svo þú í Arjón banka segjum svo og virði bankans, markasvirðið komið í 5-falt eigið fé bankans og bankin stuðugt að vinna til veluna, þetta sé svo frábær banki, þá kannski komið tími til að spyrja þig, gengi á bréfunum svona hátt að því að bankin muni í raun og veru alltaf vera svona frábær eða fólk orðið ástfangi af þessu banka að því að það eitthvað tímabundið og eiginlega bara þegar ég segi þetta ég minnu þess að það var banki í Færeyjum Eik-banki ef ég maður rétt sem að var nefnilega með ansi hátt markaðsvirði, það var nálægt því að vera komið í 6-falt virði 6-falt innra virði bankans sem sagt eigið fé sinnum 6 og fjármálastofnun sem ég vann hjá þá, hún átti eitthvað slatta af bréfum í þessu banka og í raun og veru var þetta bara nóg fyrir mig til að hugsa með sjálfum mér
hér eru hlutinni bara orðnir allt og góðu til að vera sannir, það er hljóta bara einhverjir einstaklingar að vera orðnir ástfangnir að þessu banka og já, hann var reyndar ekki bara búið að lækka í virði einhverju 12-15 mánuð setna, hann var bara ekki lengur til. Já, við grunaði það. Ég ætti að gott sem Már sagði, ég hlusta á viðtalanum fyrir svona árið síðan, hann sem hann sagði sko, segjum við setja að leika með 10 milljónir í kaupallinni og þú er búin að breyta 10 milljónum í 20, að þá sé ágætis regla að taka út hagnaðin og halda áfram með það svo laðir inn fyrir. Er ekki rétt skiljað mér? Þetta er sko þetta fer kannski svona bara dálítið eftir bara hver stefnan er, langtíma stefnan en það er þegar að bréf þegar eitthvað hækka svona hratt í virði þá er kannski ágætt að selja eitthvað þó svo langtíma, það sé ekki hluta langtíma áætlun að vera að kaupa og selja, að það er kannski allt í lagi að taka eitthvað hluta af borðinu, ef svo mætti orðið komast, og því að þar ertu svona aðeins að tryggja þig, ef að gengi fellur niður aftur, þá getur þú í það minnst að sagt við sjálfan þig allt í lagi og þú ert ekki að svekkja þig, þú ert þá ekki að svekkja þig á því að þú í það minnst að ert búin að fyrirbyggja það ef að þau fara niður aftur. Nú ef þau halda áfram að rjúku upp, að þá ertu, ég meina þetta er ekki sama gleðin og þeir sem gera þetta, ég get alveg sagt þér það, þeir hugsa allir með sjálfu sér. Já, okkur var ég að selja? Það er já, baksinni spegillin er alltaf með 20-20 sína og öllu saman en þetta er kannski svona meira bara spurningu það séfur vært á nætunar og og ertu þetta er svona, ég meina þetta er bara persónubundi líka og hefur að sjálfsög líka að gera dálítið bara með fjárhag fólks. Algjörlega. Er það að fara út í einhverja framkvæmdir, hefur að efna á því að bara fara upp og niður og hefur þetta lítil áhrif á bara þeirra hamingju og annað slíkt. Hvað haldið þið í hamingjeiningum að sé hvort heldur þið sért hamingjusamar þegar þú græðir milljón eða óhamingjusamar þegar þið tapið milljón? Þetta er auðsvarað. Ég held nefnilega að þetta sé rannsaka nefnilega sko, að það sé tvöfalt, ég held sé miklu verð, þú verður miklu óhamingjusamar heldur en þú verður hamingjusamar að græða, held ég sko. Það er alveg hárrétt. En það ekki? Það er hárrétt. Og þetta er bara graf þetta sem er mikið notað í atferlisfjármálum að ánægjustuðullinn hann fer dálítið upp þegar maður græðir og frá einhverjum ákveðnum byrjunapunkti en þegar maður tapar þá ríkur óhamingjan að hún fer bara niður úr öllu valdi. Einmitt. Þannig að má segja að það sé mælt í hamingjustuðli og hamingjustuðlinn verður þá fljótt neikvæður. Já. Og þessi þetta er svona kannski bara þetta er eitthvað sem að fólk ætti að hafa í huga er að fjárfesta að það er svo þegar maður er búin að hagnast eitthvað pening þá hugsa með sér eitthvað þá leið ég auðvitað, ég sá þetta fyrir og ég er svo klár og maður fæ sig bara kannski eitt kaldan, ætla maður fá sig ekki brí og ég veit það ekki jú. Og hugsi bara ég á hann skilið og eitthvað svona en síðan þegar að tap á sér stað að það bara, þetta er það sem að menn er að hugsa bara daginn út og daginn inn bara hvað var ég að spá þannig að það er og þetta er nú kannski eitt af því sem að ég hef svona verið
að skrifum og fjallum undanfarið varðandi Bitcoin. Ég hef miklar áhyggjur að því að margir hafi svona fara á hana Bitcoin-vagn Já. og þeir fá svona að við fengið svona ákveði svona skamtíma gleði af því og síðan og ég hef séð svona ansi margar greinar að fólk hefur skrifað ég ætla aldrei að selja og þá hef ég áhyggjur því að þegar ég sé slíkt þá hugsa ég með mér þetta svo oft sagt þegar að fólk orðið og vist í sögsunni því að þegar áreynir þegar að gengið þeirra falla að þá breytast viðhorfin ansi oft og fólk hugsa með sér nú bara verði ég að selja. Já, þetta talað Bitcoin, það niður 53% síðustu 6 mánuði. Já, og Bitcoin getur Bitcoin getur verið alveg frábær fjárfesting en Ef þú ert með fjármagn til þess að vera með þetta sem áhættu sem að fjárfestingu sem þú veist tala á hana, það bara brotið því. En það kemur ekkert óvart að Bitcoin færi bara nánast niður í núlið eitt daginn. Já. Þetta stór já, herri, við erum bara tíminn að hlaupa frá okkur. Já. Gætum tala saman í alla nótt. Afsakið hvað ég tala mikið. Þetta frábært, tíminn líður hratt þegar það gaman. En já, það eru nokkrar spurningar eftir og áður nú koma þeim, þá vildum við bara minna á Hreyfil 588-5522 og appi góða. Já, hérna. Já, hérna. Svo erum við sjálfsögum með Loop og þeir sem vilja fá heimsendingu af Loop út all land geta farið á dugland.is. Já. Annars þetta bara minni púðar og saman bræðutakk. Já. Já, en svo vil ég líka að því nú hefur við bara í raun og veru bara hraðaspurningarnar eftir á þeim ár að með þú setur í stellingar þá vildi ég bara og við Birkir þakka ritturinn fyrir. Já, kærlega. Og mér langar að minnast. Ég hef gaman að þessu. Já. Nei ekki? Já. Ég minnst gaman að tala. Minnast á nokkuð nöfn sem hafa verið duglegir að senda inn spurningar og virkir umræðu vettvangum okkar sem Chess of Dark Bandsri Grittarar á Facebook. Það eru Unnar Páll, Elias Orri, Elva Möller og Guðfæðurinn Sigurður Bragi. Rétt. Já, á óglindum Árna Gunnari. En þá förum við bara í hraðaspurningarnar og það í boði 2 aðila. Þetta báðið mikli matrislumenn. Nema þú viljið taka eina undir lokin, Birkir? Já, mér langar að taka hérna ætlar að fara í rittaraspurningarnar ekki það? Nei. Við erum nefnilega að brenna út á tíma, sko. Þá ætti ég að taka hérna hann búinn að svara þessu en ég ætla bara að því þetta svo rosalega góð spurningana að ég verð að taka hana. Og hefst nú lestur. Ekki vandamáli að vexti voru lækkaðir allt of mikið á sínum tíma 0,75% á íslenska krónu frekar en þeir séu hækkaðir of mikið núna. Því þrátt fyrir hækkanum undanfarið eru stýrivextir enn allt of lágir eða -5% raunvextir. Þessi lækkun 0,75% gaf falska vonir og keyrði upp eignaverð en skapaði enga verðmætasköpun. Ertu sammála því að Seðlabankinn þori ekki að hækka vexti nógu hratt því þá væri þeirra viðurkenna þessi lækkun af vöxtum hefði verið alvarleg hagstjórna mistök? Alltaf auðvelt að vera vitur eftir á. Seðlabankinn hefði mátt hækka vextina fyrr, finnst mér, aftur og senda fyrr skilaboð að þeir kynna að hækka meira. Þeir hefðu kannski þurft að bregðast aftur fyrir við. En aftur, það er auðvelt að vera Ísland fullt af fólki sem að veit alltaf manna best hvað stýrivextir eigi að vera í fyrsta lagi og í öðru lagi þá held ég að margir ofmeti áhrif stýrivaxta á íslenskt efnahagslíf. Já, ok, það langar að taka bara, hann eiginlega búinn að svara fyrstu, þarf Ásgeir ekki að fara að slaka á þessi vaxtahækkunum? Nei, hann þarf að bæta í. Spurning nr. 2 er mjög góð. Ég sagði það eitthvað tíman að Ásgeir þyrfti að bæta í. Nei, ég eiginlega bara að segja það. Já. En Elias Orri, góður þáttarins, gerir reglulega grína BKS fyrir að hafa ekki fest vexti þegar þú keyptir íbúð árið 2021. Passar. Sko, var það röngákurinn hjá Birki að festi ekki vextina? Já, kolröng. Já, frábært. Já, það svara því, en þá förum við bara í hraðaspurningarnar
og það í búið já, það Tómas Þóróttsson á messanum. Rétt. Besti fiskurinn í bænum. Já, veistu, ég er farin í sjávarhættabesta núna. Já, Það er agalega gott, það er einhverjar. ég tek alltaf gælunar. Já, ég veit. Kona mig fór þangað daginn, Já, Var ekki ánað? var fjarska ánað og ég sótt hana og það var svo svakalega góð lykt af Er henni. það ekki? Já, Ég bara frábært. verða, ég var svangur bara við að fá hann í bílinn. Það kemur ekkert á að leira það. rosalega pönnur hérna. En þá það hraðaspurningarnar. Og við fáum tóndæmi. Já, Já. Jæja, Már Wolfgang Mixa, fyrir ekki. Þetta komin í stellingar. já. Þá það fyrsta spurning. Pizzan á Dominos eða burgerinn á Barjón Mosso? Burger. Já. Er versta fjárfestingaferlin? Að frekar fjárfestinga sem að ég gerði ekki frekar í hitt. Klassíst. Ok, uppáhalds drykkur? Já, það er erfitt að kjósa á milli gósvass og bjórs. Já. Uppáhalds staður í heiminum? Það er nú bara hjá fjölskyldu minni. Erlendis? Það er alltaf að sé ekki Tucson, Arizona og Graz í Östuríki. Ok. Ok, vel svarað. Ef við myndum nú með að skampis á því hérna og þú þyrftir að velja eitt félag í kaupöldinni, hvað myndir þú taka right now? Þetta er svo Já, aggressíft á íslensku að já, gunpoint. þetta er Ég veit nú bara ekki já. hvað skrifa þessa. Ég held að er þið nú bara Arjón banki. Ekki að ég er að heyra. Ég er ekkert viss, það eru ansi mörg félög. Já, Já. það er Allt nema tryggingafélögin. Já. allt nema tryggingafélög. Uppáhalds lag? Í dag? Já, má vera þess stundina eða bara fyrst sem kemur upp í hugan? Já, ég og sonur minn vorum að syngja Pressure með Billy Joel í morgun. Í morgun, já. En það var bara því að vorum að sjá þáttinn The Boys á Amazon. Það kom svo vel út í þeim þætti. Já. Algjörlega. Það var uppáhalds matur? Það er góðu fiskur. Já, mennsinn. Messin. Uppáhaldslið í enska? Það er ekki spurning, það eru úlfarnir. Það eru úlfarnir. Wolverhampton Wanderers. Já, Sem leika okkur grátt daginn. Ekki minna með áðan. Jæja. Hver eru þið með? Chelsea. Já. Það er skemmtilega þessar seinustu sekundur. Já, Már sótti stig þar. Uppáhalds fatamerki? Engin uppbólsfatamerki. Uppáhalds taflmaður á borði? Og kanntu manngangin? Já, ég kann nú alveg manngangin. Ég held að við ætlum að fara að tefla í kvöld. Já. Herðu, uppbólsmaður, það eru þetta bara dróningin. Já. Ég er hægt að segja eitthvað annað. En ekki nefn að maður gerir ráð fyrir að kóngurinn sé nú enn á lífi. Já. Kaffi eða síkó? Ég reiki ekki þannig að það er kaffi. Já. Þó ekki eftir 5. Ok, ekki eftir 5. Ekki eftir 5, þá sofna ég ekki. ESB, já að nei? Kostur og gallar. Túr og tógara eða túr og strandiðibót? Það fer bara eftir félagskapnum held ég. Já. Þú mátt taka pirki með þér á tógaran, ég er að tóra. Nei, frábært, þá held ég að við þökkum bara kærlega fyrir okkur í kvöld. Már, Wolfgang Mixa. já, ég fæði að taka bara eina loka spurningu. Þarna, ef þú fengir að ráðleggja ungu fólki sem er að byrja að fjárfesta og er að pæla í íbúðum og svona, einhver ráð út í lífið. Ertu að tala um að fjárfesta í íbúð eða almennt? Bara almennt, ef þú tekur bæði bara svona í grófum dráttum hlutabréf og íbúðaköp. Ég myndi, svona almenn ráðlegging væri að byrja smátt á báðum sviðum og kaupa litla íbúð og litla ódýra íbúð og mynda þar eignarhluta smá saman, blanda þar verðtryggt og óverðtryggt, nýta séreignarsparnaðinn til að greiða niður lánin og kaupa í hlutabréfum, kaupa megin hluta þar í leið svona eitthvað bland í póka. Ef það er rúmt fólk
það má vera meira heldur en minna í svona áhugaverðu fyrirtækjum og en ekki gleyma því að maður bara ungur einu sinni njóta líka lífsins. Leifur, þú varst með eitt kvótið í lokin. Mér langar að læða henni hérna alveg í lokin. Þetta sem að Joe Kennedy fæði JFK sem að sagði hérna á sín tíma, ég held að það verið bara upp úr 1930. Það tala skóinn. Já, skórin, sko. Já. If the shoes and boys are giving stock tips, then it's time to get out of the market. Hvað verið að meina við þannig? Þetta nú svona svipað, maður hefur heyrt þetta hér á Íslandi ef að leigubílstjórinn farin að ræða hlutabrif. Það er svona, þá skaltu fara inn. Ég heyrði eitthvað sko nota þá samlíkingu hér, en það ef að einhver fjárfestingakostur orðinn hluti af almennri umræðu og það allir afskaplega bjartsýnir allir að tala um þetta þá þetta líklegast versti fjárfestingakostur sem til á þeirri stundu. Auðvelt að hlaupa stunda þessu. Ég nota þetta stundum í kennslu að það eru 2 árshátíðir á Íslandi meðan almennings. Það eru jólabúðin og páskavíslunar. Já. Og þú hittir einhvern í jólabúðinu og manneskjan segir já, ég var að kaupa í ykkur og segir bara hér árið þá var það díkót. Já, einmitt. Ég var að kaupa í díkót og hefur þú gert það og manneskja segir nei og síðan í næsta páskabúði þá segir sami aðilið að sumu 2 aðilar að tala saman og svo fyrir segir heyrðu keyptir í díkót og svo segir nei, ég hef nú alltaf að spá í þessu og þá segir svo fyrir og hann talar ekki lengur í íslensku krónum af því að það svo miklu skemmtilega að segja já, ég hef búin að taka 3 kúlur á þetta kúlur þá milljónir og hinn aðilinn horfir, brosir en hann finnur sko bara æðina tútn út af reiði hinn svo sjálfsánaður og hann bara segir þú ættir að koma í heimsókn ég ætla að taka upp nýja rauðvín og það eitthvað því og líkt og þá gerist það nú stundu sko að bara fólk hugsa með sér, ég bara þoli þetta ekki lengur og í raun og veru bara fleygir hvíta handklæðin inn í bara bóksringin og tekur þátt í þessu bara strax morgunin eftir og það svona oft svona sem að bólur myndast að þetta svona samfélagslegt og ég í raun og veru ég fylgist á lítið með á Facebook umræðinu stundum ég nokkuð viss það að svona samfélagsmiðlar séu farin að hafa afskaplega mikil áhrif á fjárfestingar hegðu fólks og sem getur ekki verið jákvæð þróun. Það getur í flestu tilfellum nei. Í ansi mörgu tilfellum nei. Og það sem að ég held að sé að vera að gerast nú að margir sé að misnota þetta og ég held að Bitcoin sé til að mynda gott dæmi slíkt aftur ég veit þetta ekki 100% en ég svona áhyggjur af því og Bitcoin kjörin vettfangur til að gera slíkt og ef að Bitcoin var eitthvað skona virðið ég veit þetta ekki, ég ekki sérfræðingur í þessu en allar þessar svona nýju rafmyntir sem hafa verið að koma fram ég held að langflestar af þeim séu í það minnsta bara einhvers konar loft sem að vera að mynda og koma fá fólk til að taka þátt í og þá eru samfélagsmiðlar tilvalin vettfangur til að lokka fólki að og segja sérðu hvað þetta hækkað mikið virði þegar væntanlega fengi ykkur auglýsingar á Facebook og síðum hvað Íslendingar að græða mikið á hinu og þessu og þau líkt og það svona í raun og veru ég hræddur að þessi bladra sé aðeins að springa núna en hvort að hún geti reyndar held í orðið miklu verri og
það er kannski svona ef við erum að tala svona ungir fjárfestar á Íslandi að kannski að gæta sér á því að á slíku fjárfestingu því að þetta oft glópa gull og því miður þekki ég nokkra einstaklinga sem hafa tapað ótrúlum fjárhæðum, bara velgreindir einstaklingar sem hafa tapað ótrúlum fjárhæðum á einhverju svona svindli og það er ekki bara, þú ert á ekki bara að tapa fjárpeningum, þú ert líka bara þitt sjálfsmat gæti hruni við það og vanlíðan og allt slíkt. Algjörlega. Þannig að eins og við tölum áðan líðan fólks mælist ekki bara í peningum en peninga skipta vissulega máli. Rétt. Algjörlega. Já, þá viljum við hæfa enda þetta á lokaspurningunni sem er Már, hvað er það mikilvægast í lífinu? Fjárfesti í leiðilegum fyrirtækjum. Já, sko það er mikilvægt það er hægt að, þú veist, fríður og svona, þetta er að segja svona, en það sem að þetta er bara eins og píramídi Maslows, það sem að þú þarft að uppfylla ákveðna grunnþarfir og það er bara það mikilvægasta fyrir flesta að hafa svona ákveðna grunnþörfum séu uppfylltar, en síðan í framhald af því þá er mikilvægt, ég meina heilsan, hún er mikilvæg og bæði andleg og líkamleg og eiga góða fjölskyldu og góða fjölskyldu. Þið voru að rifja upp vísi í rannsóknir áðan, líðan fólks sem er sko veður í seðlum, hún er aðeins betri heldur en þá sem að eiga ekki neitt rosalega mikið pening, en ekki að mikið fólk heldur. Ekki að mikið fólk heldur. Miklu minna heldur að fólk heldur og það má kannski líka bara spyrja sjálf á sig að því sko, eru við miklu hamingjusamar í dag heldur en fólk sem var uppi fyrir kannski 500 árum síðan sem að hafði sko miklu minni veraldlegar eignir og það er bara þeirra tilvera, hún var bara allt önnur og fólk venst hlutum ótrúlega hratt. Þeir sem er ekki stöðuri lifa ekki við stöðuða þjáningar, þeir aðlaga sig áföllum, fólk sem að lamast, það bara ótrúlega margir sem að ná sem að eftir að hafa jafnað sig á þeim breyttu veruleika, lifa bara ansi hamingjusömu lífi og það er svona, ef maður er mjög ríkur þá bara venst maður því að vera ríkur og það sem svona kannski skiptir mestu máli er samneyti við annað fólk og bara sem dæmi rannsóknir og greining voru að biðja stuðsvar eða langsvar rannsóknir og greining hafa til dæmis verið að benda á það að hversu mikil vanlíðan fólks er hversu mikil vanlíðan er að aukast hjá mörg ungu fólki að því það er fast á samfélagsmiðlum í staðan fyrir að vera í samneyti eins og við þrír núna hér. Algjörlega, frábæra kvöldstund. Þetta er mjög nærandi, já. Og og ég held að það sé nú svona fyrst aðalega lykillinn. Þetta var ekki hluta að hraðu spurningunni, var það? Já, þetta var bara æðislegt. Strákar, takk fyrir samverðin. Já, takk kærlega. Já, er ekki klukkan bara að verða 3 á nóttu til? Jú, ég fer bara beint í vinnuna. Takk fyrir í kvöld. Ég þakka fyrir mig. Takk fyrir kærlega. Bless.